Grótta tók á móti Akureyri í 25. umferð Olísdeildar karla. Akureyri gat með sigri tryggt sér sæti í úrslitakeppninni og þar með sloppið við fall. Búist af við hörkuleik enda höfðu liðin unnið sitthvorn leikinn í vetur. Jafnt var á nánast öllum tölum fyrstu 20 mínútur leiksins en allt annað var að sjá sóknarleik Akureyrar sem hefur gengið erfiðlega eftir áramót. Mikið fór fyrir Halldóri Loga Árnasyni og gekk vel að finna hann á línunni. En Gróttumenn sýndu svo klærnar á lokaspretti fyrri hálfleiks og náðu 4 marka forskoti áður en Bergvin Þór Gíslason minnkaði muninn í 18-15 sem voru hálfleikstölur. Bergvin átti magnaðan fyrri hálfleik en hann skoraði 6 mörk auk þess að eiga nokkrar stoðsendingar. Í liði heimamanna fóru Viggo Kristjánsson fyrir sókninni en hann setti alls 9 mörk í leiknum. Heimamenn byrjuðu svo síðar hálfleikinn betur og náðu fljótlega 5 marka forskoti í stöðunni 20-15 og staðan orðin erfið fyrir Akureyri. En þá kom góður kafli þar sem liðið minnkaði muninn í 1 mark 22-21 og stuttu síðar náðu liðið að jafna í 24-24 og enn korter til leiksloka. Tómas Ólafsson kom í markið og átti nokkrar góða vörslur úr úrvalsfærum. En aftur gáfu Gróttumenn í og þegar 9 mínútur liðu leiks var munurinn orðinn 3 mörk 28-25 þar sem Finnur Ingi Stefánsson refsaði vel fyrir heimaliðið. Akureyri hefur þó sýnt það margsinnis í vetur að í því býr gríðarlegur karakter og náði liðið þrívegis að minnka muninn í 1 mark. Sigþór Árni Heimisson sem átti erfitt uppbrotar í upphafi leiks óx ásmegin og setti 8 mörk, þar af 7 í síðari hálfleiknum. En það var svo Ingimundur Ingimundarson sem náði að jafna metinn þegar hann stal boltanum og skoraði úr hraðalaupi. Lokamínútan var æsileg. Róbert Sigurðarson fékk brottvísun og Akureyri því manni færri. Slæm línusending hjá Gróttu gaf Akureyri tækifæri á að næla sér í öll stigin en ekkert varð úr lokasókn leiksins og jafntefli því niðurstaðan. Víkingar lögðu svo ÍR í Víkinni sem endanlega tryggði Akureyri sæti í úrslitakeppninni og áframhaldandi veru í efstu deild þegar liðið á enn 3 leiki eftir.